Takk fyrir formaður, góðir áheyrendur. Já, ég tek nú undir það að það mjög ánægilegt að skuli koma fram ein tillaga frá nefndinni og þetta sem við heldum að myndi mögulega kljúfa ráðið okkar í herða niður virðist ekki ætla að gera það. Ég aðili að breytingartillögunni sem Silja Bára kynnti og mér finnst skipta máli að það sé kveðið nánar jafnrétti kynjanna í stjórnarskrá og þess vegna skrifaði ég undir tillöguna sem að hún bar hérna fram. Ef mætti aðeins hlaupa á nokkrum atriðum. Í fyrstu málsgrein ég alveg sammála Þorkeli að taka út orðið hlutbundin kosning. Ég held að mjög fáir ég hef aldrei skilið þetta orð og ég mjög fegin að það eru fleiri sem ekki skilja orðið og gott að losna við það. Atkvæði kjósanda verði allstaðar með jöfnu vægi, styð ég að sjálfsögðu og finnst það vera mannréttindi. Að fjöldi þingsæta sé bundinn og það séu 5 þingsæti sem kom í hlut hvers kjördæmis. Ég spyr mig svona hvernig það tryggi stöðu íbúa Reykjavíkur. Ég náttúrulega jafn upptekinn af stöðu íbúa Reykjavíkur eins og þeir sem að tala hér fyrir hönd landsbyggðarinnar. Rödd Reykvíkinga þarf að heyrast. Ef að 2/3 hlutar íbúa landsins búa hér í borg, þá skiptir þetta heilmiklu máli. Það auðvitað þannig og Þorkell kom inn á það að breytingar og kosningalögum hafa jafnan verið 10-20 árum á eftir breytingu og búsetu og það kannski ekkert skrítið því að lög breytast kannski ekki mjög hratt. En með 60-70% íbúa landsins hér í Reykjavík og nágrenni þá má segja að landið sé að sporðreisast. Og ef við berum okkur til dæmis saman við Noreg, þar sem ég held að 10% íbúana búi í Oslo, þá sjáum við hvernig samanburður það er. Það þarf líka samt að hugsa áhersluna á fjölda þingmanna í því ljósi hver verkefni þingsins við sjáum fyrir okkur að verði. Við erum jú að skrifa greinar inn í stjórnarskrá sem kveða á talsvert breytt hlutverk eða aukna áherslu allavega á þingið sem löggjafarþing og að aðskilja eins og frekastur framkvæmdavald og löggjafarvald. Þá höfum við einnig verið að ræða að flytja í auknum mæli verkefni yfir til sveitarstjórna og með því að styrkja sveitarstjórnir í sínum störfum þá eru ákvarðanir væntanlega teknar í heimabyggð í vaxandi mæli og ég held að það sé mjög jákvætt þegar maður hugsar lýðræði og aðkomu almennings að ákvörðunum. Þannig að maður þarf að hugsa þetta allt í samhengi og ég held að ég var bara að velta fyrir mér þegar maður horfir í viðaukanum á Reykjavíkurkjördæmi eru tryggð 5 þingsæti. Já. Ég svona staldraði aðeins við það en auðvitað hafa menn fært rök fyrir því að sennilega verði flest af þessum 38 öðrum þingsætum sem úthlutaðar á landsvísu beint yfir á þetta svæði. Það væri ekki óeðlilegt. Einhvern veginn finnst mér samt vanta að það sé einhver öryggisventil eða það sé tryggt á einhvern hátt að Reykjavík og Reykvíkingar ber ekki skarðan hlut frá borði. Sveitarfélögin eru núna 76 og Ari myndist á landshlutasamtök þeirra. Þau eru 8 núna og miðastu gömlu kjördæmin. Þau mynda þjónustusvæði og verkefna skipting milli ríkis og sveitarfélaga nú kannski þriðjungur hjá sveitarfélögunum eftir að málefni fatlaðra fluttust yfir. Ef til dæmis málefni aldraðra færðust yfir líka sem maður vonar að geti orðið, að þá færi hlutur sveitarfélagana upp í 40%. Þannig að ég bara vekja athygli á því þó ég sé að kvarta undan því að Reykjavík sé ekki
mögulega tryggð nægilega mörg þingsæti, þá erum við jafnframt að skýra valdið og flytja það til og færa það nær almenningi. Svo hnýti ég alltaf þetta STVAF sem að fólk, ég get aldrei munað hvað þetta stendur fyrir. Það stendur fyrir ensku orðin Single Transferable Vote og kalla eftir því að menn noti eitthvað, þó ég sé nú ensku slettari heilmikill, að þá kalla ég eftir því svona annara vegna líka sem heldur ekki geta munað hvað þetta STVAF þýðir, að menn komi með íslenskt orðalag sem sé gegnsætt og ekki alveg eins langt og þetta forgangsröðunar aðferð í kosningum eða forgangsröðunar aðferð kosninga sem væri ennþá vera. Þannig ég kalli eftir því. Í annarri greininni styrki til stjórnmálasamtaka fagna ég sérstaklega að hún skuli koma fram. Þetta löngu tímabært og mér finnst mikilvægt að þessi kveðið á slíka styrki í stjórnarskrá. Almennar kosningar eiga jú að þýða þing, sveitarstjórnarkosningar og forsetakjör. Mér finnst mjög eðlilegt að prófkjör séu þar inni og mögulega geta menn með því að skilgreina almennar kosningar. Það náttúrulega ekki hægt að segja kannski að prófkjör séu almennar kosningar af því það eru bundnar mögulega við vissa hópa eða stuðningsmenn stjórnmálaflokka. En mér finnst sjálfsagt að biðja nefndin að huga því hvort orðalagið megi ekki vera það rúmt túlkað að það nái yfir prófkjör. Svo finnst mér eðlilegt að bændasamtökin eins og vinnuveitendasamtök og launþegasamtök, öll slík samtök ætti að vera skyld til að gefa upp slíkan stuðning. Mér finnst þau ekki eiga að vera undanþegin, ég sé ekki ástæðu til þess. Svo sagði Gísli Tryggvason hérna áðan tímaþáttinn að upplýsingar framlög þyrftu að vera aðgengilegar svo fljótt sem auðið og hann nefndi til dæmis viku fyrir kosningar, menn yrðu nú fljótir að fara í kringum það og styrkinni kemur þá inn 6 dögum fyrir kosningar. Þannig að það dugar ekki að segja viku fyrir kosningar held ég. Það verður að vera kannski gefa 1, 2, 3 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það sé gefin upp tími eftir að kosningarnar eru afstaðnar. Þannig að það sé reynt að koma í veg fyrir misnotkun á því. Og svo bara að lokum þetta með að hver kjósandi geti valið af lista og því var nú svarað ágætlega af Ómari og ég ætla að minna á að í breskum kúltúr það þannig að standi einn maður á strætóstöð þá lítur hann á sig sem röð. Þannig að einn maður hlýtur að geta verið listi. Takk fyrir.